Komið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 10. janúar. Það eru tíðindi bæði af heimsbyggðinni en líka frá Íslandi sem við ætlum að fara yfir hér í dag. Kannski stærstu tíðindin frá Grænlandi, frændum okkar í vestri. Donald Trump gerði allt vitlaust í vikunni þegar hann lýsti því yfir að hann myndi ekki útiloka einhvers konar íhlutun í málefni Grænlands, annaðhvort efnahagslegar eða hernaðarlegar, ef að hagsmunir Bandaríkjanna væru undir. Það varð allt vitlaust í Danmörku og í Evrópusambandinu og svo auðvitað brást Þorgerður Katrín við. Ég held að forsætisráðherra Belgíu hafi hitt naglann á höfuðið þegar hann sagði það er kannski ekki endilega ástæða til þess að bregðast við öllu því sem að Donald Trump segir. Hitt blasir við að Grænland sem er stærsta eyja í heimi liggur ekki svo fjarri ströndum Bandaríkjanna. Nuuk, höfuðborg Grænlands, er nær Washington DC heldur en Kaupmannahöfn. Og þess vegna er eðlilegt að Bandaríkjamenn líti til Grænlands með hernaðarlega og efnahagslega hagsmuni í huga. En það olli auðvitað líka miklu fjarafóki þegar sonur Trumps, nafni hans, mætti til Nuuk á þotu föður síns sem að merkt er nafni fjölskyldunar. Það var dagsferð til að kynna sér aðstæður en ekki tilraun til þess að kaupa ríkið upp úr ríkishirslum Dana. Þetta er eitt af þeim málum sem við auðvitað fylgjumst með og ræðum hér og það er ekki svo langt í það að Trump taki við í Bandaríkjunum þann 20. janúar næstkomandi. Ég ætla að vera í Washington fyrir hönd Morgunblaðsins og mbl.is og fylgjast með þeirri atburðarás allri. En af innanlands vettvangi, það var auðvitað stórt mál sem að koma upp á mánudaginn upp úr hádegi þegar Bjarni Benediktsson sem að ríkt hefur yfir Sjálfstæðisflokknum í 1,5 áratug tilkynnti að hann væri hættur. Hann ætlar ekki að taka sæti á Alþingi þegar það kemur saman núna seinni í mánuðinum og þar með er stórum kafla í pólitískri sögu Sjálfstæðisflokksins og landsins alls í raun skrifaður og honum verið lokað. Núna hefst barátt það hver tekur við formennsku í Sjálfstæðisflokknum, flokki sem á síðasta ári fagnaði 95 ára afmæli og hefur oftar en ekki setið við stjórn landsins allan þann tíma. Þetta verður spennandi og við munum fá hér fólk í settið til okkar á næstu vikum til að ræða þá stöðu og þegar upp í staðið hljóta líka þeir kandidatar sem að bjóða sig fram að mæta á svæðið og ræða það af hverju þeir ættu að taka við flokknum frekar en einhverjir aðrir. Mitt í þessum hasar, þegar menn héldu að Sjálfstæðisflokkurinn myndi hafa sviðið í nokkuð erfiðri og þröngri stöðu, þá blandaði Lilja Alfreðsdóttir sér í stöðu mála fyrir ráðherra. Hlustum á hana. Eitthvað sem formaðurinn, hann hefur sagst vera að fara núna að tala við flokksmennum allt land en ég veit að fólk hefur áhuga á því að láta miðstjórnina koma saman fljótlega og jafnvel flýta flokksþingi og það er ekkert óeðlilegt. Já, það er ljóst að það stefnir í hjarningavíg í Framsóknarflokknum. Ég leyfi mér að ganga svo langt að túlka þessi orð Lilju þannig að hún sé að sverma fyrir formannsstólnum. Það munu eflaust einhverjir fleiri gera en spurningin er hvort að Sigurður Ingi sjái núna færa á því að hverfa úr pólitíkinni eða hvort að muni taka slaginn embættið. Miðstjórnir Framsóknarfélagana í Reykjavík hafa síðan þá eins og kemur fram í Morgunblaðinu í dag lýst yfir að þeir vilji flýta flokksþingi og miðstjórnarfundi og öllum þessum stofnunum sem að flokkurinn byggir á og það stefnir í harðanslag þarna og við munum leiða þá umræðu hér inn á vettvang spursmála að sjálfsögðu. En af alþjóðasviðinu aftur til Bandaríkjanna, Los Angeles er í stór hættu vegna gríðarlegra gróðurelda sem að þar hafa geisað. Maður hefur eiginlega aldrei séð aðrar eins hamfarir þegar kemur að gróðureldum af þessu tagi. Man setur hljóðan þar sem heilu hverfin í borgum Bandaríkjanna verða eldinum að bráð. Karen Barr sem er borgarstjóri Los Angeles, hún var nú bara að hafa það gott í Afríku þegar þetta kom upp og hún var ekki sérstaklega að flýta för þrátt fyrir þessar alvarlegu aðstæður. Hún hefur síðan þá að mestu forðast samneyti við fjölmiðla og ekki vilja svara eðlilegum spurningum þeirra vegna þessa máls. Þetta eru aðstæður sem við íslenski fjölmiðlar þekkjum of vel, ekki síst kemur að borgarstjórninni. Dóra Björt Guðjónsdóttir sem er yfir umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar, hún þverneitar að mæta hér til mín. Hún vill ekki ræða málefni stóru byggingarinnar, Gímalsins græna uppi við Álfabakka. En þessi stað hef ég fengið hingað til mín Ólöfu Örvarsdóttur sem er framkvæmdastjóri eða sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðsins. Hún ætlar að ræða við mig í seinni hluta þáttarins þetta stór undarlega og risavaxna mál. En áður en að því kemur, Einar Örn Ólafsson, forstjóri Play og Þorvaldur Þórðarson, eldfjallafræðingur, þeir fara yfir fréttir vikunnar þar sem að kennir ýmissa grasa. Herragarðurinn klæðir þig vel.
Komið sæl að nýju. Hingað eru komnir tveir góðir gestir úr, ég leyfi mér að segja ólíkum áttum. Annar þeirra dvelur langt inn í framtíðinni og langt inn í fortíðinni en hinn meira í núinu í rekstri öflugs fyrirtækis, Play. Það er Einar Örn Ólafsson og Þorvaldur Þórðarsson, eldfjallafræðingur. Er það ekki rétt skilið? Þú lifir meira kannski 3000 ára aftur í tíman og 300 ára fram í tíman? Jú, ég fer meira að segja alltaf 3000 milljón ára eftir í tíma. Já, hvorki minna. Í þeirri vinnu sem ég er að vinna. Já, ársreikningar flugfélagana ná ekki svo langt aftur. Nei, og svo erum mikið í ársfjórðungum líka, þannig að þetta er þannig. Við erum nú reyndar aðeins þurft að hugsa í ársfjórðungum í sambandi við jarðhræringarnar á Íslandi, ætla að ræða það aðeins hér á eftir, en út frá fréttum vikunar, stærsta fréttin er nú sennilega þessi mjög svo óvænta frétt á mánudaginn upp á hádegi þegar Bjarni Benediktsson tilkynnir skyndilega að hann sé bara hættur og hann ætla ekki að taka sæti á þingi og það verður kosin í formaður innan tíðar hjá Sjálfstæðismönnum. Hvar voruð þið þegar þið fréttuð þetta? Ég var bara í vinnunni eins og flestir örugglega, en já, þetta var kannski ekki alveg, ekki alveg fullkomlega óvænt, kannski dagurinn og nákvæmlega hvernig þetta gerist. Tímasetningin frekar en ákvörðunin. Já, og hann er búinn að vera formaður flokksins rosalega lengi. Hann er búinn að vera að mínum mati geitinn í þessu bransa í 20 ár. Og maður sér það bara, ég veit ekki hvort að mér ætla að halda áfram að vera með áramótaskaup þegar hann er hættur. Ég meina, núna á síðasta ári þá eru það valkyrjurnar sem að taka við og Bjarni hætti sem ráðherra eftir 12-13 ár og Kristur yngsti forsætisráðherra lýðveldissögunnar eða bara alveg sögunnar, ég man það ekki. Og samt er bara Bjarni aðalmaðurinn í skaupinu, Þannig að maður sér alveg hvað hann er svona búinn að vera stór, Er nokkuð því til fyrirstuð að hann verður bara áfram í skaupinu? Getur þá jafnvel leikið sjálfan sig núna þegar hann er komið með second career? Ætli það ekki? Já. Nei, það verður gaman að sjá hvað hann tekur sér fyrir hendur. Það verður eitthvað skemmtilegt. En þú Þorvaldur, hvað varst þú þegar að þessi tíðindi bar? Ég var nú reyndar í Svíþjóð. Já. Og jú, þetta kom nú pínulítið óvart en ég skil alveg þessa ákvörðun með við það sem undan er gengið. Og hann hefur sennilega bara fundið á sér að hans tími er kominn. Nú heyrum við að krauma undir á Framsóknarflokknum, svipuð, það virðist vera þrýstingur á Sigurð Inga, Lilja Alfreðsdóttir mætti í viðtal í dagmálum og nú eru flokksfélögin Reykjavík að kalla til fundum. Erum við kannski að sjá meira þessa þróun á Íslandi að ef að menn koma illa út úr kosningum að það bara rétti menn keflið áfram? Það kemur mér ekkert óvart að svo þróun það er svona. Þessi þróun hefur verið í gangi erlendis. Ef að illa gengur þá bara skiptum menn í efsta stólnum. Og kannski sérstaklega menn eru búin að vera lengi, Sög sér eftir þínar fyrstu kosningar og það kannski annan séns, En menn eru búin að vera lengi í bransanum og svo koma vonda kosningar þar sem við veitum hvaða vísbendingar að það gangi eitthvað betur næst hjá þessum, Og Bjarni er auðvitað umdeildur maður, þú segir geitin, hann hefur auðvitað mörgulegt borið höfuð og herðar yfir aðra stjórnmálamenn, engin Frýrúnu Vits, hann hefur verið lengin í fjármálaráðuneytinu. Var tilfinningin kannski orðin þannig að hann væri orðin einhvers konar dragbítur í kosningunum, bara út af öllum þessum erfiðu málum sem að hafa skekið hans embættistíð? Já, hann hefur fengið miklar ágjafir í gegnum tíðina og margir skorað hann á hólmu í flokknum og allt þetta, en hann hefur staðist það allt saman. En hann er dálítið stór karakter og ég held að þessi bæði töluveru fjöldi fólk sem kýs flokkin út af honum og einhverju sem kjósa flokkin ekki vegna hans. Ég held að það sé alveg staðan, hann er svolítið umdeildur. Það er eðli stórra leiðtogi þetta? Jú. Já, og hann, en það sem að mér finnst kannski aðra, hann hefur gert, svona staðið kannski upp úr sem stjórnmálamaður á Íslandi í þessa tíma sem hann hefur verið. Og hann hefur skilað mörgum góðum málum og hann hefur stýrt skútinu ansi vel, sérstaklega í fjármálaráðuneytinu. En svo eru mál sem að kannski hann hefur minni stjórn á, sem verða svona óþægileg mál. Og menn hafa notað þau sem tækjað sér reyna að klína á hann hlutu sem að raun og veru komunum ekkert við. Og ástæðan fyrir að lifir þau öll er að þetta voru aldrei stór mál, þetta voru annarkvæmt svona ekkert mál eða mál sem snýra að einhverjum fjölskyldum meðlimum hans eða eitthvað sem hann var ekkert að gera. Þannig að þess vegna lifðu hann öll þessi mál og kom nú yfirlega bara sterkari út úr þessu. Og svo, eins og þú segir, þegar hann hverfur frá vettvangi stjórnmálana, búinn að vera aðalleikarinn í síðustu 12 árunum minnstakosti, þá það er nú ekki hægt að segja annað heldur en að staða landsins og þjóðarbúsins er býsna góð. Já. Nú hverfur hann að vettvangi og með brotthvarfi sínu skyggir svolítið á valkyrjustjórnina, hún er svona meira einhvern veginn í bakhöndina meðan þetta gengur yfir. Er ekki hætt við að
hann skilji eftir sér tómarúm. Þessi flokkur í stakk búinn til þess að fylla tómarúmið og koma Fílveldur tilbaka? Já, það held ég nú. Það eru margir, ég sé nú bara að það eru veðbankar hver tekur við sko og það eru margir mjög frambærilegir leiðtogar sem að svona hafa íað að því að þeir séu klárir í þetta. Áslaug Arna tala nokkuð skipti í Mogganum í morgun þegar hún að tala mikilvægi kynslóðaskipta í flokknum. Já, það blasir við og Guðlaugur Þór fór fyrir 3 árum og það kemur verulega óvart ef hann myndi ekki setja sitt nafn í hattinn og Þórdís hefur margoft sagt að hún sé tilbúin til að taka við þessu og Áslaug það eru fleiri nöfn nefnd en manni finnst þau 3 kannski líklegust. Verandi inn í þingflokknum og með ráðherrareynslu og það allt saman. Guðrún Hafsteinsdóttir auðvitað nefnd líka en hennar staða veiktist reyndar í tengslu við niðurstöðu kosninganna í Suðurkjördæmi. Jú. Þannig að menn eru að horfa á ólíka þætti þegar kemur að þessu. Jú. Eins og ég segi, ég held að það sé eitt af þessum 3. Ég myndi til að það lang líklegast. Guðlaugur Þór er alltaf búinn að vera, það nánast jarðvísindamann til þess að fara yfir feril hans. Hann er búinn að vera svo lengi í pólitíkinni. Það væri ekki kynslóðaskipti ef að hann tæki við formennsku en kannski er ákallið bara að fylla þetta með mikilli reynslu, langri. Já, hann er alltaf með mjög mikla reynslu og skila náttúrulega líka mjög góðu bú út úr umhverfisráðuneytinu. Það er búinn að áorka mikið þar. Þannig hann hefur svona ákveðina svona, hvað að segja, þyngdarkraft á bakvið sig. Sögu að segja. Já, en það er líka alveg rétt, sko, Þórdís og Áslaug, þetta eru náttúrulega líka mjög sterkir kandidatar og sem við leitum á alveg fara að hugsa út í það að vera með kynslóðaskipti. En kannski þessum áhyggjurnar sem ég hef varðandi þetta er kannski fyrst og fremst að þeir sem fá ekki sínu fram, að þeir fara í fílu og hlaupa eitthvað annað. Verði enn eitt klofningur á Sjálfstæðisflokknum? Það er alveg möguleiki á því eins og staðan er í dag held ég. Er hægt að kljúfa atómið? Ég veit ekki, ég vona að ég hafi rangt fyrir mér en ég held að þetta sé alveg eitthvað sem menn þurfa aðeins að hugsa og þá verða menn líka kannski að hugsa útkomandi út frá þeim sjónarhólum. Auðvitað fleiri flokkar núna á hægri vængnum sem að menn getur kannski samsannað sig með Viðreisn eða Miðflokkur eða annað þetta. Svo það Framsóknarflokkurinn, þetta er þetta kannski nýrra mál. Hver er eitthvað tilfinning með Sigurð Inga? Eru Framsóknarmenn að kalla eftir kynslóðaskiptum þar? Ég hef nú minni innsýn inn í þann flokk ef að segja alveg svo en ég auðvitað fylgist með fréttum og þú veist, kom mér aðeins og óvart að heyra þetta svona snemma en það hljómar þannig eins og það sem einhverjir þarna sem að vilja sjá breytingar en þú veist, þingmannahópurinn er ekki stór þannig ef að og þá nú oft verið talað um þessi vont að vera sko formaður flokks í stjórnarandstöðu og ekki á þingi sko, hver er vettvangurinn sko, hver ætlar að tala við þig, reka fram hann í því hljóðnema og það er nú ekki stór þingmannahópurinn hjá Framsókn þannig að ef það er mengi sem þeir eru að vinna með þá er þetta nú ekki mjög fjölmennur hópur. Lilja Alfreðsdóttir virðist nú haldaði fram að þetta þurfi ekki vera á þingi og enn er ekki öll kurl komin til grafar um það hvort að Willum Þór enda á þingi og Sigur úti. Þetta virðist allt vera ykkur endaleysa. Já, þetta er snúið staða fyrir Framsókn í augnablikinu held ég. En ég held að þeir kannski gerir sjálfum sér greiða með að vera pínu þolinmóðir. Já. Svo mælist þeir með ekkert í borginni heldur. Nei, og þar er auðvitað borgarstjóri, fyrsti Framsóknarmaðurinn borgarstjóri. Einhverju hefur talið að sitjandi í embætti borgarstjóra kemur menn sterklega til greina í formannsstólinn. Já, það þyrfti að vera mælast held ég aðeins betur. Hversu mikið? Ég veit það ekki. 6%? Þetta er nú viðkunnulegu maður sko en einhvern veginn er hann ekki að mælast það. Vel. Þar til að Bjarni tilkynnti þetta á mánudaginn, þá var Valkyrjustjórnin talsvert í fjölmiðlum, ekki síst út af þessum sparnaðartillögum sem að þau eru að leggja til, þau eru að kalla eftir frá almenningi hugmyndum að því hvernig megi spara meira. Það eru komnar nærri 3000 tillögur og það eru svo margar að það á að beita gervigreind til að vinsa úr þeim, menn treystir sér ekki til þess að láta mannshöndin að koma að því. Eru þið búin að leggja eitthvað til málana í sambandi við þessa tillögur? Nei, ég hef nú ekki farið svo langt að fara að leggja eitthvað til þar en það var slóðlegt að fylgjast með hvernig þið vinna úr því. Er ekki hægt að spara eitthvað upp í háskóla? Er ekki fullt af einhverjum prófessorum sem skil ekki greinum og stika bara gangan á þess að sinna því sem þeir eru að sinna? Það má alveg skoða háskólamálin og stöðu Háskóla Íslands mun betur og sérstaklega út frá kannski rekstri og hagræði rekstri. Ég held að það sé engin spurning sko. Og svona stór stofnun, það er alltaf einhverju staði þar sem hægt að taka betur til.
Þú getur skilað tillögum næstu vikuna eða 2, sést ekki niður núna í kvöld og gefum með nokkra góðar. En ég veit ekki hvort að það beri svo mikið árangur því það virðist vera að háskólamálin séu voðalega aftarlega á merinni hjá þessari ríkisstjórn. Já. Það kemur ekkert fram háskólana í stefnuskráni þarna sem við settum fram. Sem miður. Já, og þetta svona þau virðast vera í 3. eða 4. sæti. Já. Þegar það kemur að ráðuneytinu. Aftarlega í klósettsætunum eins og sætti með flugvélarnar. Já, eitthvað svo leiðis. Eða þú Einar? Já, það vill svo til að ég var bara rétt í þessu að senda inn tillögu í samráðsgáttina. Já. Og við vorum svona lögðustum aðeins yfir þetta í gær, sko. Okkur sýnist að sko ríkið geti sparað minnstakosti allmarga tugi milljóna með því að velja alltaf sko ódýrasta flugfarið. Já. Á þann stað sem að ríkisstarfsmenn fljúga, sko. Í dag er í sjálfsvald sett sko að velja með hverju þeir fljúga og auðvitað voða huggulegt að velja það flugfélag sem kannski gefur auka bónus inn í bankan í formi vildapunta og þannig við erum í sjálfsvald með 2 tillögur, annars vegar að ríki kaupi alltaf ódýrasta flugmiðan og þá getur ekki skákað í því skjóli á þessi kannski klukkutíma fyrr eða seinna á ferðinni. Og svo hins vegar auðvitað að ríki sem kaupandi flugmiða ef að söluaðilarnir er að ætlar að gefa afslátt í formi einhverja fríðinda að það fái kaupandi flugmiðana sem er ríkið þau fríðindi. Fengið forsætisráðherra þá alla punktana? Á ekki bara ríkið að fá einhverja innegni eða eitthvað hjá félaginu. Þú getur keypt flugmiða mitt með punktum? Já, þú auðvitað að búa til hvata hjá ríkisstarfsmanni. Hann á ekkert erindi út, en hann vantar nokkra punta til að komast til tenni, þannig að hann hendi sér út bara til að fá puntana, sko. Já. Þetta er auðvitað mjög öfugir hvatar fyrir ríkið að búa til, sko. En er kerfið þá þannig að ríkisstarfsmennirnir kaupa sjálfur miða og þeir ráða því bara með hvernig þeir fljúga? Já, þeir bara segja ég þarf að fara klukkan þetta, betur að fara hérna. Það er mjög auðvelt fyrir þá að stilla það þannig af. Allavega sitt ríki kaupir, eins og sem bendum á, að meðal alþingismanna, við gáttum skoða það var komið fyrirspurn það, að þá var sérst 1/40 af flugmiðunum sem að alþingismenn kaupa er með Play og restin 1/40 og restin nánast alfarið með Icelandair. Þetta endurspeglar ekki umsvif félagana, sko. Ef ég kann að rekna það er 2,5% flugana. Já, það er merkilegt. Það er mjög merkilegt. Þannig að ef ríki vill spara, þá er þarna matarhóla. Já, það er engin maður, held ég, með jafnmarga flugtíma og þú Þorvaldur. Þú býrð á Hawaii og ert í Ástralíu. Ég veit aldrei hver ég er að hitta á þig á jarðarkringlunni þegar ég er að hafa samband við þig. Já, ég ferðast mikið og en það er nú eins og með okkur þegar við erum að ferðast vinnuna vegna. Þá erum við yfirleitt að nota peninga af styrkjum sem við höfum fengið. Já, í háskólanum. Já, og þetta eru þá rannsóknarstyrki sem við erum búin að gera fjárhagsáætlun fyrir og skrifa inn í hvað við ætlum að eyða í þetta og hitt þannig að það er eiginlega ekki ríki sem beint að borga. Það er öðruvísi. Já, það er öðruvísi. En er þetta ekki ákveðið tillaga hjá Einari að menn séu látið fljúga á hagstætta fargjaldinu? Jú, það er ekkert af því. En svo er hvernig starfsmann náttúrulega sjálfsett að uppfæra flugmiðan og annað ef hann gera fyrir sin eigin pening og mikið af þessum ferðum sem ég fer, ég borga bara fyrir það sjálfur. Já. Það er megin þorraðir, það er bara kemur úr mínu vasa. Flýgur alltaf á business class? Nei. En mér finnst gott að hafa pínlítið pláss. Já, það er... Ég er ekki fyrir það að sitja alveg eins og síld í tönnu þarna alveg og það er ekki sérstaklega með þessum löngu flugum, sko, ef maður er að fljúga í 6, 7, 8 tíma. Þá er það bara þegar maður er komin á þennan aldri eins og ég þá er það bara ekki þægilegt. Einar, þú nefnir 2,5% hjá alþingismönnunum. Hafið þið einhverja samantekt um það í hversu mörgum tilvik að þið eru ódýrari þegar allt er tekið með tösku og þessum... Það er nánast alltaf. Það er nánast alltaf, já. Þannig að miðað þetta þá ætti þetta hlutfall að vera mun miklu hærra. Já, miklu hærra, sko. Auðvitað fljúgum við ekki á alla sömu staðina, sko. Nei. Þetta er stærri félög á landinu og auðvitað verðum við aldrei með sko, alla miðana, en þetta er óeðlilega lágt hlutfall. Maður sér nú í Kauphöllinni að það er svona aðeins að vænkast, reyndar við markaðum almennt en líka á flugfélögunum. Hver er staðan, hvernig sjáu þið, nú hljótaði að vera að horfa aðeins inn í sumar og annað, verðum við með nógu ferðamönnum hér til að halda uppi þeim lífsgæðum sem við gerum orðið sjálfsagða kröfum? Sko við erum nú ekki spáðið að verði fjölgun ferðamanna til Íslands í ár, bæði erum við aðeins að draga saman seglin, sérstaklega í þessum, já, eins og í Ameríku og svona, og svo auðvitað sjáum við að ég sé ekki betur en að
stjórnvöld ætli að seilast aðeins í vasan þarna og þá á að vera einhvers konar komugjald eða sem verður bara skattur á flugmiða. Ég ætla að það komist nokkuð á kannski fyrir næstu áramótið eitthvað svoleiðis en maður sér alveg að stjórnvöld ekki að horfa til þess að byggja þetta endilega upp, heldur frekar, þú veist, þeir vilja takmarka Airbnb og vilja svo sem alveg góðar ástæður fyrir því og síðan setja skatt á flugfargjöld, þannig að þetta verður til þess að draga frekar úr túrisma á Íslandi. Við sjáum, við erum þetta svolítið að tapa fyrir Noregi eins og hefur verið fjallað þessi missirinn. Þetta verður þá bara vatn á millu, en menn þetta verður áfram auðvitað risa business á Íslandi. Spennandi. Já, þetta er spennandi bransi og í sjálfu sér lítur áriðið ágætlega út, sko. Það er að segja, það er ekki þessi svakalega framboðsaukning sem við sáum í fyrra, þannig að svona markaðurinn lítur ágætlega út fyrir flugfélögin. Hefur áhyggjur af áframhaldandi eldvirkni í kringum Grindavík, munu gos eins og þau hafa blasað við okkur í síðustu skipti, munu þau hafa áhrif á þennan markað eða er þetta orðin sagan endalausa? Já, sko, þetta virðist ekki rata í fréttir með dramatískum hætti eins og það gerði á tíma þegar þetta var að byrja sérstaklega. Þannig að enn eitt gosið sem að veldur ekki miklum usla og þú veist, ég ætla ekki að gera lítið úr auðvitað vanda Grindvíkinga og alltaf en bara þessi síðustu gos sem kannski menn hafa náð að halda í skefjum einhvern veginn, það truflar okkur lítið. Jafnvel þó að risastórt bílastæði fari undir raunana, það verðist ekki rætt í fjölmiðlunum. Magnaði að sjá hvernig Bláa lónið bregst við þessu öllu og þeir opna bara daginn eftir samt og eitthvað. Þannig að við viljum þetta alls ekki sjá Bláa lónið loka. Við viljum hafa það opið sem allra mest, það skiptir máli. Eitt mikilvægasta fyrirtæki á Íslandi. Já, við fáum alveg viðbrögð frá fólki sem er búin að kaupa flugmiða og spyr bara, get ég fært miðað minn, það er loka Bláa lónið, sko. Þannig að við viljum þetta halda því góðu. Helst bara minnka þessa gosvirkni. Er Grindavík sloppinn fyrir horn bærinn? Já og nei. Líklega er það staðan og lák sennilegast að þetta svona degi hægt og rólega út. Hvort það tekur allt þetta ár eða eitthvað aðeins lengur er erfitt að segja til Með nokkrum gosum þá? Já. Og þau myndu þá vera sennilega á svipuðu rólu og þessi sem eru. Það er langt líklegasta sviðsmyndin. Við getum samt sem var ekki loka fyrir þá sviðsmynd að þessi gosrás sem hefur verið myndast að hún halda áfram að verða að efla sig og verða stöðugri og þá getum við fengið lengri gos. Með meira gosefni? Já, hraunið yrði stærra á hana og það getur haft ákveðnar afleiðingar. Hverjar eru þær? Já, ef það hraunið er nægilega löng þá náttúrulega er Keflavíkurvegurinn í hættu og eins líka Suðurstrandarvegur og þá Grindavík, Bláa lónið og virkjunin. Þannig að þessir innviðir eru mögulega í hættu áfram? Já, þeir eru ennþá í hættu en eins og segi, líkurnar eru á að þróunin verði frekar jákvæð fyrir okkur frekar heldur en þessi neikvæða en við getum ekki útilokað þá sviðsmynd og þess vegna segi líka mjög mikilvægt fyrir okkur að sem bara þjóð að fara að hugsa að ef sem staða kemur upp að Keflavíkurflugvöllur hann lokast af í einhvern tíma þannig að það er ekki hægt að vera með traffíkina fram og tilbaka þá þurfum við að vera með aðra lausn og ég ætla ekki að fara útlýtt hvernig sú lausn á að vera, það eru margir aðrir sem geta gert það. Hún á allavega ekki að vera í Hvassahrauni? Nei, það væri kjánalegt vegna þess að það átti að raun og vera að setja öll eggin í sömu öskuna og það er ekki skynsamlegasta lausnin. En við þurfum bara að hugsa þetta líka lengra til framtíðar, sko. Við þurfum, er það ekki meðan ástandið svona að hafa Reykjavíkurflugvöll eins og hann er og jafnvel öflugri, Akureyrarflugvöllur hefur verið styrktur með stærra flughlaði? Já, sko, Reykjavíkurflugvöllur getur ekki, komið í staðinn fyrir Keflavíkurflugvöll. Það er ekki hægt að lenda öllum þessum flugvöllum eða hvað þá eru flughlöð fyrir allar þessar vélar. Þannig að hann mun ekki gegn neinu alvöru hlutverki, sko, sem staðkvæmdar vara fyrir Keflavíkurflugvöll, sko. Við þurfum bara að tryggja að komumst þangað. En ég er svo sem sammála, ef menn ætluðu að fara út í einhvern svona varavöll eða annan völl eða eitthvað, þá væri teldi maður einhvern veginn lógískara að hann væri á öðru svæði þá, Suðurlandi eða eitthvað slíkt, sko. Það var á tímabili talað ég var nú talsmaður þess að flytja alþjóðaflugvöllinn upp á Mýrar, gamall borgnesingur og vill auðvitað umsvifin sem mest þar. Ég held að Einar Sveinbjörnsson hafi sagt að öruggast á Íslandi væri að vera í Búðardal eða inn í Dölum. Nú eru Ljósufjöll farin að vakna. Ég spyr í fullri alvöru, er einhver hætta sem að geti stafað af jarðhræringum þar eða er þetta allt fjarri mannabyggð og þannig í sniðum að menn geti andað rólega?
Menn verða nú aðeins að hugsa þetta, vegna þess að ef við horfum bara á hvernig eldvirknin hefur verið á Snæfellsnesinu, þá þetta nú þannig að við erum með gos sem eru fyrst og fremst hraungos. Þau eru svona stærðargráðin þar sem hefur verið að sjá að Reykjanesinu og ívið stærri. Og þessi hraun hafa flætti alveg upp undir 10-15 kilometra frá upptökum. Og þar á meðal eru nokkri gígar sem við þekkjum frá því svona rétt fyrir landnám og eins eftir landnám. Þeir eru þarna rétt fyrir ofan mýrarnar og það eru hraun sem náum þangað niður eftir, þannig að við þurfum að hugsa þetta ef við erum að fara að hugsa mýrarnar sem framkvæmdasvæði fyrir flugvöll. Ef menn er að hugsa stað sem lengst frá eldvirkum stöðum og hefur nægilega mikið svona, hvað við segja, svæði þannig og pláss, að þá það náttúrulega einstæður. Gæti Snæfellsjökull rumskað? Hann getur rumskað og það eins og ég segi, það á Snæfellsnesinu eru sennilega svona að minnst ná því 100 gos síðan að jökla leysti. Og þar að vera svona 40-50 í Snæfellsjökli og 3 stór sprengigos. Það sem að mér langar til að spyrja, það ef þú ert undir jökli þá hætta á sprengigosi? Já, það fyrst og fremst það súrkvika sem þetta er ríólít. Það miklu meira gas í því og það miklu öflugri sprengigos. Og Snæfellsjökull hefur búið til 3 svoleiðis og slíkum gosin getur fyllt bæði mikið gjóskufall og eins líka það sem við kallum gjóskuflóð. Einar nefnir Suðurlandið, við erum auðvitað með þessar risa eldstöðvar ekki svo fjarri okkur þar í jöklunum. Við erum að sjá Bárðarbungu, Skjálfa og við erum með Kötlu og hvað þetta allt heitir. Erum við að fara að horfa upp á eitthvað risa viðburð tengdum þessum eldstöðum á komandi árum? Það held ég nú ekki. Ég hef nú litlar áhyggjur af Bárðarbungu í sjálfu sér, því að við höfum nú engan vitnisburð um það að Bárðarbunga sjálf hafi gosið á síðan jöklalisti. Það getur vel verið að hafa gert það, ég ætla ekki að fullera neitt um það, en við höfum engan áreiðanlega vitnisburð um það. Það hefur gosið á Veiðivatnasveifnum, þar hafa orðið stór hraungos og það stærsta nær náttúrulega alveg niður á Suðurlandsundirlendi, en mér finnst mjög ólíklegt að við fáum annað svoleiðis í náinni framtíð. Og auðvitað getur Hekla gosið og það fylgir því gjóskufall og þannig að flugvöllur á Suðurlandi fyrir ofan til dæmis Stokkseyri, hann getur náttúrulega orðið fyrir áhrifum af gjóskufalli en það eru mjög líklega líkur á því að hann myndi verða fyrir hraunflæði og þess áttar. Hann getur líka náttúrulega hristoltið þegar við vitum að það skjálftabelti sem liggur yfir Suðurlandið og það koma skjálftar þar upp 6 og jafnvel upp í svona styrkleik upp í 7,5. Og það myndi náttúrulega hristoltið í öllu saman. Er einhver maður í Íslandi sem situr óróri undir svona tali en forstjóri flugfélags? Þetta landið, já, ég meina við búum hérna, þetta bara svona. Já. Við bara glímum við þetta. Grænlendingar búa þar sem þeir búa, þeir eru að takast á við annars konar jarðskjálfta sem er Donald Trump. Hvernig horfir þetta við? Nú tekur hann við núna 20. eftir 10 daga. Þurfum við að gera einhverjar ráðstafanir? Það talaði einhver tollamál mögulega. Ég á ekki vonað því og ég er einn af þessum svona bjartsýnismönnum sem að þú veist efast að hann framkvæmi allt það sem hann svona talar og vona að einhvern veginn hann verði stöðvaður í ferlinu með svona mestu vitleysurnar sína. En þetta Grænlandsmál er mjög áhugavert Bandaríkjamenn hafa Bandaríkin sem þau eru núna stór hluti hefur orðið til úr einhverjum samningum þegar þeir kaupa Alaska eða Texas sem var nú milli Mexíkó og Bandaríkjanna og völdu Bandaríkin eiginlega og allt þetta, þannig að það væri ekkert alveg nýtt í þeirra sögu að þeir kemust yfir nýtt landsvæði einhvern veginn í einhvers konar samningum og mér þætti það nú líklega að það eru einhverju samningar heldur en eitthvað hervald. Grænlendingar gætu tekið upp á því að segja við viljum verða 51. fylgi Bandaríkjanna. Já. Ég meina á akkur er verið að hluta Danmörku, ekki svo Danmörk sé hérna eitthvað næsta land Höfuðborgin Nuuk sem er skemmtilegt að koma til, hún er nær Washington DC heldur Kaupmannahöfn. Já, og ég held að Grænlendingar samt hafi nú hug á því að verða sjálfstæð þjóð fyrst og fremst og þeir eiga mikið af auðlundum og þeir getu byggt upp í kringum það og byggt upp að mínum mati mjög öflugt samfélag. Er þetta ekki ótrúlegar auðlindir sem liggja þarna undir jöklinu? Það eru alveg ekki bara undir jöklinu, það er líka bara það sem jökullaust og það eru miklar auðlindir í jörðu þarna. Íslands fyrirtæki sem nú að
nema landar Amarok sem fer með himmiskautum í Kauphöllunum núna. Já, og hann eldur. Þetta mjög merkileg framdag sem hann í og þetta náttúrulega búin að finna hann töluvert af gulli. En það aðrir málmar í jörðu á Grænlandi sem eru mjög áhugaverðir fyrir bara heimssamfélagi vegna þess að það þessi krítísku málmar sem við þurfum á að halda til þess að viðhalda okkar tækni. Fágætis málmar. Já, og þessi bara eins og í símanum, þessi síma sem við notum í dag, það ekki margir sem gerir sig grein fyrir því það þarf 32 námur til að búa til eitt síma. Það það margir mismunandi málmar í símanum. Þetta verður hreinum ólíkindum. En það má líka velta fyrir sig, sko, ef að Bandaríkjamenn, ef þeim tekst að tengjast einhvern veginn Grænlandi vel, og ég efast að verði fylki í Bandaríkjamenn, þetta getur einhvers konar territóri eða eitthvað mikið vinasamband, þá spurning sko hvort þeir hafi þá minni þörf fyrir sko fyrir að eiga gott samband við Ísland sko, hvort að það dofni eitthvað. Það nú kannski ólíkt auðlindunum herfræðilega mikilvægt út af hennu svokallega gíókliði, Grænland, Ísland og Bretland sem að menn hafa viljað verja. Já, ég vil nú hugsa að Ísland getur spilað dálítið stóra rullu þegar kemur að framtíðin í Grænlandi. Og bara það að geta verið milliliður í því að koma hráefnin á markað. Já, við vetrartímann. Já, og því það stutt að sigla milli Íslands og Grænlands og getur komið miklu efni þá á stuttum tíma. Og mér finnst alveg þess virði fyrir Íslendinga að bæði hugsa aðeins meira Grænland og reyna að styrkja tengslin við Grænland og efla þetta samstarf sem við höfum nú þegar. Stórt og merkilegt land og merkilegt þjóð. Já. Ragnar Axelsson, minn gamli kollegi hér á Mókanum, hefur þetta tekið eitt stærsta skref nokkurs manns í að skrásetja sögu þessa fólks, sérstaklega veiðimannassamfélaginu. Og svo náttúrulega eigum við tengsl alveg langt aftur í tíman, sem að Eiríkur Rauði var í Bröttuhlíð. Já, í Bröttuhlíð, þannig að það er tenging þar. Rétt. Talandi Grænland og það sem grænt ég að fá Ólöfu Örvarsdóttur hjá Reykjavíkurborg til að ræða um eftir. Hvernig líst ykkur á skemmuna eða álverið þarna upp í Álfabakka? Þetta eru agaleg mistök sem átt sér stað. Ég ætla ekki að gera neinum það upp að hafa viljað að sjá þetta svona, en einhvern veginn fer þetta gegnum kerfið. Myndirðu ráða arkitektina þessu húsi til þess að teikna fyrir þig? Já, ég veit það ekki. Það hlýtur að vera þetta að gera þetta eitthvað skárra. Mála þetta glugga? Eitthvað. Þetta náttúrulega bara skelfilegt. Já. En það þó bara augljós mistök og sem sagt, ég get ekki betur séð en að kerfi klikki þarna dálítið illa sko. Man helst hugsa til þess að embættismennirnir hafi beint blinda auganu að teikningunum að þessu húsi. Já, þetta er agalegt að sjá. En það hlýtur að vera ódýrari lausn að einhvern veginn að greiða einhverjar bætur til sko þeirra sem eiga íbúðirnar heldur að fara að rífa þetta hús. Já, en eftir stendur húsið sem að fólk þarf að horfa á líka frá stofnveginum mikla. Jú, það er voðalega erfitt að skilja þetta sko, hvernig nokkrum datt í huga að byggja svona hús á þessum stað. Ég verð bara verið að segja alveg svo vel. Árið 2024. Já. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna í Fréttir vikunnar, Einar Örn Ólafsson og Þorvaldur Þórðarson. Takk fyrir mig. Hér eftir örskamma stund, sviðsstjóri umhverfis og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar að ræða græna gímaldið eða hvað menn vilja kalla þetta. Fylgist þið með. Frábært ár í vændum í sjónvarpi Símans Premium. Fleiri leiknar íslenskar þáttaraðir en nokkru sinni fyrir. Feilið ykkur hér á leiðinni. Ice Guys, gaman að sjá okkur. Hvað þarftu? Smálán. Frábærar erlendar þáttaraðir. Let's try something different. Endalaus farsími, endalaus net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Svona á nýtt ár að vera. Útsalan nú í fullu fjöri, ekki missa þessu. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík, Akureyri og Ísafirði. Your
Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Komið sæl að nýju, þökkum Einar Erni og Þorvaldi fyrir yfirferð á fréttum vikunar og ýmislegt annað áhugavert. Ég í 2 vikur búin að vera að reyna að fá Dóru Björt sem er einn af leiðtogunum í borgarstjórn. Hún formaður skipulagssviðs eða umhverfis- og skipulagssviðs borgarinnar. Það algjörlega ómögulegt að ná á hana. Hún bara þverneitar að mæta hér og ræða við okkur stöðuna í Álfabakka eða upp í Árskógum 7 öllu heldur. Og þetta ekki til mikillar fyrirmyndar. Það velti fyrir sér hvað stjórnmálamenn sem bjóða sig fram og vilja fá völdin í landinu að hugsa þegar þeir neita sín að taka samtali við þjóðina á vettvangi eins og spursmálum, Kastljósi eða öðrum vettvangi. Við deyjum hins vegar ekki ráðalaus. Við leitum til Ólafar Örvarsdóttur. Hún sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs borgarinnar og hún hingað mætt og við ætlum að ræða þetta undarlega risastóra mál þar sem að borgin hefur veitt heimild fyrir uppbyggingu einhvers konar umhverfislegs eða skipulagslegs helstirnis, leyfi ég mér að segja. Það allt í klessu þarna upp í Álfabakka. Blessuð og sæl, Ólöf. Sæl og blessaður. Þetta ofsagt? Takk fyrir að bjóða mér, byrja að segja það. Velkomin á svæðið. Takk. Helstirni, já, þetta verður alltaf svona dramatískara og dramatískara. Þetta kallað gímald og hvalur og núna helstirni. Þannig ég held að þetta sé nú ekki alveg helstirni. Nei. Því að þá eru afleiðingarnar óafturkræfar held ég. En hérna höfum við nú eitthvað að vinna með allavega ennþá. Ok. Þetta mál sem að varðar ríflega 11.000 fermetra byggingu sem reist, ég leyfi mér að segja í bakgarðinum eða alveg ofan í fólki sem búið að kaupa sér búseturétt í Árskógum 7 sem blokkin sem við sjáum þarna á vinstri hönd. Menn kasta boltana sín á milli, borgaryfirvöld, búseti, stjórnmálamennirnir, embættismennirnir. Hvernig getur þetta skeð? Þetta ekki slys þegar þú horfir á þetta eins og hér á skjánum fyrir aftan þig? Þetta ekki slys, þetta gerist auðvitað ekki óvart. Þarna búið að taka ítrekka ákvarðanir sem gera það verkum að þarna að rísa stór bygging og það hefur verið áformað frá 2009 að þarna myndi rísa atvinnuhúsnæði. Ekki síst þess að skerma íþróttasvæði sem búið að skipuleggja núna í áratugi þarna niður frá. Hjá IR. Og þannig að það hefur alltaf verið vitað að þarna kæmi stórt atvinnuhúsnæði. Og á lóð eins og þessari, það má vera með léttan iðnað, það má vera með verslun og þjónustu og skrifstofur og eitt annað slíkt. Þannig að það hefur alltaf verið vitað og það var vitað áður en að búseti fékk sína lóð. Þannig að það svo sem ekki tíðindi og upphaflega voru, ef fólk veit ekki hvað nýtingarhlutfall að lóð það raun og veru fermetra magn versus lóðastærð. Þannig upphaflega var nýtingin áætluð 1,7 og hún farin niður í 1,1 núna. Þannig að í gegnum allar þessar deiliskipulagsbreytingar sem hafa verið gerðar, þá hefur byggingamagn verið minnkað. Það sem hins vegar ekki gott í þessum deiliskipulagsbreytingum og það eitthvað sem ég held að við þurfum að horfa vel á í framtíðinni. Það þegar að deiliskipulagi breytt eins og þarna, þetta voru svona margir kubbar sem voru festið saman. Svo eru þetta færri kubbar sem aðeins lofta á milli en það var alltaf talað órofa vegg til að skerma íþróttasvæði frá hávaðanum, frá stofnbrautinni. Þá dettur út einhver gæði sem felast í uppbroti og þegar að hlutirnir eru ekki svona stórkallalegir, ef ég má nota það orð. En þetta uppruna sinn, það ekki rétt skilið hjá mér í því að menn sameina lóðir, að þér virðist til þess að búa til meira virði úr lóðinni fyrir borgina? Fyrst var þetta ein stór lóð, en þá voru skýringamyndir sem að sögðu að það ætti að vera mikið uppbrot í massanum. Í raun og veru eins og nokkrar byggingar sem væru tengdar saman? Já, ein stór bygging, raunverulega svona löng pulsa sem væru svona aðrar byggingar. Svo kemur þessi hugmyndum að því að við erum auðvitað að reyna að selja vöru, þetta okkar tekjustofn, einn af þeim fyrir utan útsvarið, það að selja lóðir og svo kemur þessi tillaga þar sem þetta eru 4 kubbar sem ekki seljast heldur og þá sáum við það fyrir okkur til mismunandi aðila, það hefur verið rætt ýmislegt inni, bílaumboð og fleira og á endanum þetta sameinaði þetta stóra box sem þarna núna. Að því sögðu þá hefðu við, það eru kröfur uppbrot þarna, ekki nægilega mikið. Og kannski á þessum tímapunkti, maður yfirleitt hefur ekki sett inn skipulagsskilmála, gluggar skulu vera á öllum hliðum
ég myndi frekar segja að það veri regla fyrir einhvern undantekning almennt þegar það verið að byggja. En þarna hefði kannski ljósið þess að þá byggja svona mikið þurft að gera ítarlegri skipulagsskilmála með skýringamyndum áður en þá lóðin var seld. Við auðvitað reiknum bara með höfuðstöðum stórfyrirtækis á markaði og byggumst við ákveðum glæsileik allavega hluta í húsinu og þegar við sáum byggingarnefndarteikningarnar þá var fundað yfir þeim og bara talað að þetta væri ekki nógu gott og voru gerðar ákveðna breytingar eftir það en engu síður þá voru þau bara alltaf að vinna með samkvæmt sínum heimildum. Samkvæmt mínum upplýsingum þessi fundir sem að þið áttu með þeim, þar geriðu aukna kröfu uppbrot á hinni hlið húsins, þar að segja hliðinni sem að snýrað umferðinni. Þú tjáði það meðal annars í speglinum. Af hverju gerðu ekki kröfu uppbrot á þessum væng sem að snýrað íbúabyggðinni? Við gerðum kröfu uppbrot á öllum hliðum húsins. Bara við gerðum kröfu uppbrot og við létum stækka glugga meðal annars á því sem var þarna. En í raun og veru þá held ég að þessi hluti húsins, þessi jaðar, hann hafi bara verið minna rýmdur. Og þegar við erum komin inn í, og þú veist, þetta alltaf þetta jafnvægi milli regluverksins og milli þeirra sem eru að byggja. Og við erum að vinna eftir lögum og reglum og þegar við erum komin inn í, þetta var 1 fundur, nota bene, einhverju fleiri fundir sem átt sér stað meðal þeirra og skipulagsfólks okkar. En þegar við erum komin inn í, beinlínis inn í teikningarnar hjá uppbyggingaraðilum, þá erum við að gera eitthvað sem byggingareglugerðin gerir ekki ráð fyrir að við gerum, sem svona eftirlitsreglugerð. Uppfyllir þetta kröfur, það ekkert fagurfræði útliti byggingareglugerðinni, það verður eiginlega að gerast á skipulagsstigi. Þannig að við erum komið svolítið langt út úr bóksinu. En af hverju það ekki á skipulagsstiginu? Ég meina, væntanlega það ekki með skipulagsmál sem að gera ráð fyrir því að menn planti niður gímaldi eða helstirni, hvað menn vilja kalla þetta, það eiginlega ekki til nógu stór orð til að lýsa því hvað þarna ber fyrir augu. Já, þetta við viljum gjarnan hafa skipulagsreglugerð sem að gera meiri kröfur og byggingareglugerð líka og við höfum alveg barist fyrir því. En það þarf ekki byggingareglugerð, þið hafið verið með ýmsar mjög áleitnar kvaðir í ólíkum hverfum borgarinnar. Og ég sammála því, þess vegna sagði ég áðan að þarna hefðum við átt við þessar breytingar. Segjum svo að búsetið hefði ekki verið búin að fá lóð þarna og þeir hefði ekki byggt. Það hefði þetta sjálfur sér verið kannski allt í lagi. Þá þetta bara eins og skermur gagnvart íþróttasvæðinu og það hefði verið hægt að gera eitthvað fallegra við þennan vegg. En nú búsetið komin hana og þeir hafði líka óskað eftir breyting á deiliskipulagi til þess að færa sín lóðamörk nær þessum byggingareit sem þá var sannlega að þessari stærð. Það að tala um búseti en þetta þetta bara íbúabyggð, þetta bara fólk sem býr í þessum húsum. Ég gerum alveg grein fyrir því, ég er með alla grunnmyndirnar af þessari byggingu út í bíl hjá mér og ég er líka búin að skoða grunnmyndirnar af íbúum búseta. Þannig að ég er alveg búin að setja mig inn í hvernig þessu fyrir komið og hvernig þetta er hannað og hvernig þetta er teiknað. Þannig að ég gerum alveg grein fyrir því. En það þarf að gerast áður en að 11.000 fermetra hús er reist og maður hefði haldið að borgaryfirvöld gætu gripið inn í þegar að svona nokkuð blasir við. Já, og það er það sem ég er að segja. Þegar við vorum að stækka byggingareitin, þá hefðum við átt, og það má alveg segja það hefði mátt vanda betur til verka með því að gera skipulagsskilmála sem eru miklu, miklu ítalegri. Án þess þó að hrekja lóðar hafa í burtu eða þau sem ætla að koma sér fyrir með stórfyrirtæki því að þetta viljum við líka fjölga störfum í Breiðholti og skipulag á alltaf að hafa hagræn, eða það þarf að meta hagræn, umhverfisleg og félagsleg áhrif á það og hagræn áhrifin geta verið góð fyrir Breiðholti og fyrir borgina þetta en þarna hefðum við átt að gera og við erum auðvitað að ræða það okkar á milli og það þarf að skoða það og það er það sem ég er að ræða við lóðarhafa núna. Við hefðum bara átt að vera með skipulagsskilmála sem hefðu komið í veg fyrir þennan hluta hússins. En af hverju eru þessi skipulagsskilmálar ekki inn? Ég ætla bara að taka eitt dæmi úr Vogabyggðinni, þar sem að verður að byggja glæsilegt íbúðahverfi. Þar hafa verið mjög strangar kvaðir. Íbúar á jarðhæðum hafa óskað eftir því að sérafnotaréttir séu þess eðlis að þeir geti notað þá 10 fermetra undir pall. En þar hafa verið kvaðir að helmingur svæðisins séu undir grænni torfu og þar að sé einn berjarunni inn á svæðinu. Menn óskuðu eftir að breyta þessu því að þetta var allt bak við trésveggi og sæist ekki frá götumyndinni. En þið bara höfnuðu þessu eins og hverju öðru röfli í fólki. Ég er með hérna litla mynd af, ég held að það sé frétta vísi, sem sýnir þetta. Þarna virðist þið vera reiðubúin til að taka harðan slag við fólk vegna minniháttar mála sem hafa engin áhrif nema á þá íbúa sem eru að biðja breytingarnar. En svo rís 11.000 fermetra gímald þarna nánast inn á svölunum hjá fólki.
Það sem ég held að sé málið þarna þegar við erum að skipuleggja hverfi eins og nýtt hverfi í iðnaðarhverfi eins og við gerum með Vogabyggðina, þá verður að huga á svo mörgu og þarna frábæra útivistarsvæði við Elliðaárdalinn og annað, hérna verður mikið notað íbúðum og svo erum við með stefnu sem heitir líffræðilegur fjölbreytileiki. Þetta hljómar asnalega en þetta samt ótrúlega mikilvægt. Þannig að einhvers staðar geti flugur og dýr og annað lifað inn á þéttingarreitum af því að það bara auðvitað líka bara grundvöllur svo margs. Þannig að það var í raun og veru verið að tryggja það að það væri einhver gróður sem myndi þræða sig í gegnum hverfið af því að fólk hefur hann tendens að búa til pall og hafa þetta viðhaldslaust. Þannig að raun og veru bara blóm og býflugum myndi lifa af því að það er auðvitað líka grundvöllur atriði bara fyrir lífið. Þannig að þið huguð að býflugum en ekki íbúunum sem með búseturétti að búseta. Ég held að það sem þarna að flækjast fyrir í málinu öllu, það ekki á hænan. Þetta bara þessi heimild, þessi ákveðna starfsemi, þessi pæling með þessi atvinnustarfsemi, hún búin að vera svo lengi og svo verða þessar ítrekuðu breytingar þar sem verða að laga þetta fram og tilbaka á meðan gerist þetta og þegar ég skoða þessi gögn sem ég búin að gera, ég ekki með þessi gögn í höndunum frá degi til dags en því ég bara sviðsstjóri og þú getur líka fengið mín og talað sorphirðu eða snjómokstur en þegar ég skoða þessi gögn þá eitthvað með það og það sést svo bara á byggingunni sjálfri og náttúrulega bara að vera einlæg að það eins og þetta sé ekki sett í samhengi, skilurðu. Við erum orðin vön þessu skipulagi sem þarna og búsetta húsin ekki eins og teiknun á afstöðumyndina. Heldur vegurinn, stofnbrautin, allt þetta umhverfi teiknað og svo kassinn sjálfur. Það hefur bara verið að breyta deiliskipulagi annars vegar fyrir búsetta og horft á það svæði, svo þessu breytt fyrir skemmuna aftur og í staðan fyrir að taka þá bara svæði saman eins og hefði verið betri vinnubrögð þó að sé í raun og veru ekkert í forminu ekkert rangt við það. Þú mátt breyta deiliskipulag á lóðabasis. Við hefum bara þurft að skoða þetta í samhengi. Þarna var lengst af ekki hugmyndin að vera með skemmu, með kjötvinnslu og hvað eina í fjórðungi eða þriðjungi húsins. Þarna voru hugmyndir eins og íbúum var kynnt að þarna ýmiss konar fjölbreytt verslun og þjónusta. Þarna var á tímabili hugmynd að bílaumboðið Hekla kæmi og þá hefðu menn verið þarna með glæsibifreiðar í stórum gluggum frá Volkswagen og Audi og hvað það heitir allt saman. Það algjör eðlismunur á því sem að íbúum var kynnt hvað þetta varðar og síðan að fara í að þér veriðist risastórt vöruhús, þarna kjötvinnsla og ég verð að viðurkenna því að ég fram hjá þessu húsi á hverjum einasta degi. Ég fæ sömu tilfinningu við aksturinn fram hjá því eins og því ég fer fram hjá álverinu í Straumsvík. Það dálítið sérstakt inn á þessu viðkvæma svæði þar sem að verður að reisa hús árið 2024. En það kannski ekki það óhefbundi þegar þú horfir á þetta umfyrir þyngsta stofnæð borgarinnar. Þú ert með smiðjuvægin með öllum sínu atvinnuhúsnæði, þú ert með prentsmiðjuna þína hér við hliðina sem kannski ekki ósvipuð einhverju hluta eins og stórglæsileg og hún með sérstakri klæðningu sem sindrar á í kvöldsólinni. Það gerir það ekki með þetta hús þó það sjáist frá túnlinu. En það sem líka mér finnst í raun og veru frá stofnbrautinni finnst mér þetta bara sleppa ágætlega. En mér finnst þetta ekki lagi gagnvart búseta íbúðunum. Ég verð líka, við höfum átt frábært samstarf við búseta í Reykjavík og munum eiga áfram og við munum finna einhverja leið til þess að laga þetta. En þá held ég líka að við þurfum að skoða þennan enda húsinu og ég auðvitað búin að vera í sambandi við lóðarhafa og segja bara að við þurfum að gera eitthvað. Og ég alveg með fullt af hugmyndum sjálf. Ég var með skissupapirinn heima eins og gamla dag og maður bara skoða hvað getum við gert. Og það líka að horfa á grunnmyndi búseta, af hverju snúa svalirnar og betri rýmin í þá átt sem þau gera þar sem ekki í raun og veru besta áttin gagnvart sól. Þetta að gera einhverja tilfærslur á íbúðunum og ég búin að skoða þær grunnmyndir líka og fekk sendar frábæra hugmyndir frá arkitekt út í bæ sem þannig ég held að við þurfum bara svolítið að setjast yfir þetta eins og hvert annað vandamál eða hverja aðra krísu og segja bara hvernig komumst við út úr henni, hvað getum við lagað? Þannig að það kemur til greina hreinlega að gera breytingar á íbúðarhúsnæðinu sem lausna á vandanum frekar heldur en hinu? Nei, alls ekki frekar heldur en hinu. Fyrst þetta hitt. En hitt líka hlut af... Það hef ekki rætt við neitt. Þetta bara ég sem arkitekt að horfa á grunnmyndir hugsa bara akkur svalirnar þess átt, akkur ekki gagnvart sólu og það betri íbúð. Ég ekki búin að tala við búseta. Nei, og þetta bara áhugaverð hugmynd og eitthvað sem ég hef ekki heyrt áður. Þá kannski fengið þau tvennar svalir í staðinn fyrir eina svalir og útkoman kannski betri á endanum. Þetta pabbi minn sem hringdi mig í gærkvöldi og hann mikið niðri fyrir og sagði, búin að skoða þetta hefur alltaf snúið svo skringilega fyrir mér, hann byggingameistari, ég alin upp í þessum bransa. Og svo fekk ég bara líka að senda tekníku frá arkitekt út í bæ sem ég treysti vel, sem sagði bara af hverju snúið ekki svona, þetta eitthvað sem við getum unnið með líka, þannig ég held að þetta sé svona
úrlausnarefni sem við getum alveg fengist við, en auðvitað mun það kosta pening og þetta auðvitað orðsporið okkar sem hefur borið bara mikla hnekki við þetta og við tökum það bara mjög nærri okkur og ég breytlingur. En ég þekki þetta svæði vel og þetta ekki nógu gott eins og þetta en það enginn þarna held ég með slæman ásetning. Þetta fór ekki vel. En þetta þú nefnir að þessu hljótist mögulega kostnaður. Þegar maður horfir á þessar teikningar eða þessar ljósmyndir af veruleikanum eins og að blasi við, versus það sem talað var verslun og þjónusta, ekkert það sem fólk að fara að sækja sér þjónustu beint í kjötvinnsluna gerir ég ráð fyrir nema það sé hugsa sem beint frá bíli eða eitthvað í þeim dúr. Ekki alveg ljóst að þessi bygging sem kemur svona þétt ofan íbúðabyggðina að þetta rýrir verðgildi húsnæðisins? Það þarf ekkert endilega að vera. Þú veist, ef maður hugsa Breiðholt, þú veist, þarna auðvitað með húsnæði og þarna býr fólk og þetta, og það alveg það sem auðvitað langverst við þetta. Hvernig þetta bitnar á þeim. En á móti kemur að fyrir stærsta hverfi í Reykjavík, þá ertu komið með gríðarlega mikið atvinnutækifærum á öllu launabili þar sem fólk getur hugsanlega sótt vinnun nær heimilinu sínu. Það hefur aldrei verið talað eins og þú talar svolítið, ég skil það alveg, svona líflega verslun og þjónustu. Þetta bara umferðargata og það hefur alltaf verið talað þetta yrði svolítið skermur. Þannig að það hefur aldrei verið talað það og við vitum alveg að bílaumboð, flottu Volvoarnir og það sem þú talar þurfa að koma á risastórum trukkum og til þess að ferja þau inn. Þannig að það hefði aldrei orðið eitthvað lágstemt, við vitum það líka alveg. Þannig að þetta átti aldrei að vera lítil kringla eða hafnatorg, það var aldrei pælingin. En það búið að halda fram að þarna verði ekki þungaumferð sem að muni hafa áhrif á byggðina. Ég ger ekki ráð fyrir því að þeir sem að reistu þetta hús séu með þessa 4 rampa pluss 1 risaramp þarna vinstra megin á myndinni hafi verið að reisa þetta eða þessa aðstöðu koma upp þessum búnaði að því að þarna ætti ekki vera mikil þungaumferð. Það verður pottitt þungaumferð og það verður að setja hvað á hvenær hún má eiga sér stað og auðvitað verður stofnbreytin nýtt mest. Og svo á grunnmyndunum grunnmynd jarðhæðar, þá stendur óbúslega mikið stendur raunverulega á teikningunum óútfært rými. Þannig að ég held að sé raunverulega ekki búið að ákveða í detail hvernig þetta á að vera, allavega kemur það ekki fram á teikningum og það í lagi samkvæmt byggingarreglugerð. Kjötvinnsla getur verið alls konar og það verður aldrei verið talað risastóra kjötvinnslu vegna þess að til þess að fá leyfi fyrir henni þarf að sækja starfsleyfi. Þetta 3000 fermetra kjötvinnslu. Já, það stendur undir ekki á teikningunum, en þetta eitthvað sem hefur verið talað í lóðaúthlutuninni, en það ekki búið að sækja starfsleyfi fyrir þessu. Það má, samkvæmt umsögn skipulagsfulltrúa, samkvæmt aðalskipulagi, verið með léttan iðnað. Og ef þetta komið yfir þau mörk, þá gengur þetta bara ekki upp. 3000 fermetra kjötvinnsla, það léttur iðnaður? Nú ég ekki með heilbrigði og hollustuhátta reglugerðina í hausnum, en það þyrfti bara að skoða rosalega vel. Kannski þarf hún að vera hreinlega minni. Og við erum auðvitað með kjötvinnslu, litla kjötvinnslu í Melabúðinni og í búðinni í Skipholti og eitthvað svona sem hefur verið á bakvið alltaf og unni kjöt og hægt að kaupa. Og það líka gert ráð fyrir einhvers konar verslun þarna og þá það væntanlega líka netverslun og eldum rétt og eitthvað slíkt. En svo sér maður alveg fyrir sér ef við náum einhverju samtali með einhverju breytingar þá gæti komið einhver gæði og ég bara segi alveg fyrir mér kannski fyrsta grænmetismarkaðinn eða eitthvað slíkt en þetta auðvitað ekki búin að tala við Haga en ég hef alveg talað við uppbyggingaraðilana. En hvernig getur það skeið að menn reisi 11.000 fermetra hús sem kostar milljarða í uppbyggingu menn ætla að vera með kjötvinnslu sem að sé 3.000 fermetrar það er búið að gera þessu fólki þennan óleiki í þessu húsnæði og það liggur ekki einu svona fyrir hvort að menn fái síðan starfsleyfi fyrir það sem að menn hafa það byggja yfir. Er þetta ekki bara eru menn ekki að gera hlutina í rangri röð? Nei, þú ert með skipulag sem heimilar ákveðna landnotkun og það samkvæmt aðalskipulag má vera með léttan iðnað, verslun og þjónustu. Þetta höfuðstöðvar Haga, kjötvinnsla, létt lager og annað í samræmi við það. Það fari ekki Hagar til ykkur og segja, heyrðu, við ætlum að reisa hér 3.000 fermetra kjötvinnslu hér í bakgarðinum hjá fólkinu í Árskógum 7. Er þetta léttur iðnaður eða er þetta þunga iðnaður? Þeir sleppa aldrei við að sækja starfsleyfi. Nei, en þeir hljóta vilja ganga úr skugga það áður en að fara þeirra af stað. Jú, hugsanlega rúmast þessir, hugsanlega gengur þetta upp samkvæmt aðalskipulagi, en ég á bara eftir að sjá starfsleyfi. Ég held að það reisi engin 11.000 fermetra hús upp á það að þeir geti hugsanlega fengið að nota undir það starfsleyfi. Við erum eftir að fjalla um starfsleyfi, heilbrigðiseftirlit Reykjavík gerir það og þeir eru óháður aðili. Þeir eru undir Umhverfisstofnun. Þessi bygging, hún er komin þarna, þú veltur upp þeim möguleika að gera breytingar á íbúðunum hjá Búseta. Hvað er annað þetta að gera? Þið talið gróður, möguleika á gróðursetningu og annað. Ég ekki viss að fólk vilji fá asparskóð þarna á milli þessara, hvað er þetta, 11-13 metrar á milli byggingana. Hvað er hægt að gera, sérðu fyrir þér, varðandi
skemmuna sjálfa. Er það með því að setja glugga á hana þannig að fólk geti fylgst með því þegar að kjötvinnslan í gangi eða er það gert með því að sneiða afbyggingunni? Hvaða möguleika sérðu fyrir því? Ég byrjaði því þú sagðir hérna, þú talar að það verður að breyta íbúum búseta, ef það verður fyrirsögnin þá er það ekki fyrsta sem ég sagði. Nei, það er ekki að fyrsta en þú nefndi þessi möguleika. Ég sagði það að skoða fleira heldur en bara bygginguna til þess að bæta það sem hefur orðið fyrir sem hugsanlega getur verið góðs fyrir alla. Það er það sem ég ítrekaði? Já, akkurat, þannig að það sé á hreinu og auðvitað veit ég að það verður aldrei gert nema í sátt og samlyndi við búseta og einhver aðra. Þetta er bara eitthvað svona sem maður fer að hugsa þegar við erum í þessar aðstæður. Góð hugmynd. Já, það er alltaf, stundum bara koma vondar hugmyndir sem eru teknar út á borðinu, stundum það góðar og þá er það að skoða nánar og ég veit ekki hvort þetta er. En allavega varðandi skemmuna, þá er hægt að gera alls konar. Það er hægt að hreinlega taka ofan af henni, það er möguleiki, þá þyrfti að semja það. Það er hægt að breyta deiliskipulagi, þeir myndu skila þessum fermetrum og það er hægt að nota þá fjármuni sem að kæmi þá til þeirra, til þess að laga skemmuna. Persónlega myndi ég vilja sjá þennan gafl breytast og það er einhver lifandi starfsemi á jarðhæð sem að myndi nýtast hverfinu. Skemman er risastór og með aðaluppdrætti þá er mér til efs að Hagar þurfi allt þetta pláss en auðvitað vita þeir það betur. Þeir reynda minnkuðu þetta, þið gáðu þeim leyfi til þess að reisa þarna 15.000 fermetra hús. Þannig að þetta geta verið hús sem að veri 20% stærra heldur eða 20-30% stærra heldur en það lokum var. Samkvæmt deiliskipulagi má það vera stærra. Það hefði aldrei getað komið heilhæð ofan á þetta allt, það hefði bara klárað fermetrana. En hvers konar monster hefði það orðið? Það hefði orðið hærra að hluta, já, ef það hefði bæst við 3.500 fermetrar. En grunnflöturinn á þessu húsi er svo gríðarlega stór að það hefði aldrei bæst við heilhæð. En þið voru búin að kvita upp á það gæti verið hærra? Deiliskipulagi var með þeim hætti, en manstu, ég sagði að það hefði búið að minnka byggingamagn á svo lóð bara í gegnum öll árin. Þannig að það komin niður í þetta, en það er útfærslan sem er léleg. Að beiðni byggingar aðalans? Nei, við höfum sjálf minnkað úr 1,7. Þeir minnkuðu þetta, þeir höfðu leyfi til að reisa 15.000 fermetra, þeir enda í rúmlega 11.000. Já, en eins og ég sagði eins og voru þeir 17.000 og þá minnkuðu við hann niður í 15.000 og það var gert þegar búseti fekk sína lóð. Þannig að það var gert þá. Nú er framundan stjórnsýsluúttekt á þessu, það sem að verður farið ofan í sauman á þessar ákvörðun. Eitt af því sem að maður velti fyrir sér og borgarfulltrúar hafa nefnt að það hafi aldrei komið á borð kjörinna fulltrúa þessi beiðni kjötvinnsluna sem að maður heyrir að fólki svíður. Hringir engum bjöllum hjá þér eða þínu fólki þegar að svona beiðnir koma, þegar þið eru síðan með teikningar og staðfesting á því hversu mikið þetta er ofan í íbúðabiðinu? Beiðnin kjötvinnsluna mun koma formulega til þá heilbrigðisnefndar þegar þeir sækja starfsleyfi. En hins vegar ef þetta er samræmi við aðalskipulag, eins og þarna léttur iðnaður, það getur verið kjötvinnsla. Já, þið voru búin að veita leyfi fyrir því inn á skrifstofunni, það er að segja að þið voru búin að... Nei, það stendur auðvitað, deiliskipulag þarf alltaf að vera samræmi við aðalskipulag, annars getum við ekki komið í neitt áfram og þá fengjum við bara hausinn í skipulagstofnun. Þannig að ef það er metið svo við yfirferð deiliskipulags að það samræmist aðalskipulagi og samkvæmt aðalskipulagi sem er hin pólitíska stefnumörkun, má vera með léttan iðnað á þessari lóð, þá samræmist kjötvinnsla því og þá eru við ekki að fara að segja, heyrðu, þetta er saman, þá segjum við bara, þegar við sýnum kjörnum fulltrúum deiliskipulagið sem er gert inn í einhversu skipulagsráð og aftur í borgarráði, þá segjum við þetta er samræmi með aðalskipulag og það er þannig. Eitt af því sem hefur sett þetta í dálítið ankanlega samhengi í mínum huga eru yfirlýsingar frá íbúum það að það hefur tekið á 1,5 ár að fá heimild fyrir því að yfirbyggja svalir hjá sig með glerbúnaði sem að allir eru farnir að setja utan á sín hús. Ert þú ekkert hugsi yfir stjórnsýslun og verkferlunum hjá ykkur þegar að svona stórslys á sér stað sem að mun og kostnaðurinn að þessu mun einhver stað að lenda, hvort sem það er hjá ykkur búseta eða eiganda húsins, að síðan séu smámál eins og þetta og þegar maður skoðar þetta fundargerðir frá umhverfis- og skipulagssviði þá sér maður að það er verið að vasast í allskyns smáatriðum sem að manni þykja léttvæg í heildarsamhengi hlutanna. Aftur með pallana þannig í vogabyggðinni. Þið ekki að sjáu þið skóginn fyrir trjánum? Sástu leiðréttinguna við fréttina á RÚV? Nei. Hennar Maríu Sigurðar? Nei, það er nefnilega leiðrétting og þetta er bara rangt. Það tók 2 mánuði að samþykkja byggingarleyfið og held ég 1 mánuð að gera ekki athugasemd við skipulagsbreytingana. Það sem gerist er að hönnuður, hann tekur sér ár á milli eða 10 mánuði. Þetta er allt skráð í skjalakerfi. Við sendum þessa leiðréttingu til RÚV og ég var nú bara að segja að kom mjög umkunnaverð leiðrétting neðist í fréttinni sem hefur farið fram hjá þér. Já, það fór fram hjá mér, en íbúarnir halda þessu fram að þetta hefur tekið... Já, þetta er bara rangt. Þetta er bara því miður, ég er alveg til í axla alla ábyrgð sem þarf, en þarna er þetta bara ekki rétt. En það er alveg rétt hjá þér að
stundum farið í mikla detaila í hönnun og ekki síst þegar við erum komin svolítið lengra í verkefnunum. En ef maður hugsar eðli deiliskipulags, þá veistu oft ekki hvaða starfsemi kemur inn í húsið, eins og þarna þetta hekla. Þá þurfum við að breyta þessu einhvern veginn til að mæta þeirra óskum. En þetta risamál. Já. Býflugurnar í Vogabyggðinni, með fullri virðingu fyrir þeim, bara ekki risamál allavega ekki í huga borgarbúa. Nei, ég skil það alveg, og enda var ég líka bara að útskýra því að ég áttam á því að þetta virkaði hjákátlegt í fjölmiðlum. Ég bara að útskýra hugsunna baku það að tryggja gróður og lóðum. Það bara til að halda Eitt að tryggja gróður og lóðum þar sem að íbúinn einn sér þetta, íbúinn að segja, mér langar ekki til að hafa gróður, mér langar til að hafa pall, þannig að ég geti verið út á pallinum hjá mér. Eru þið með forganginn á réttum stöðum þegar við horfum síðan upp á svona slys? Þetta er bara fín spurning og ég held að stundum tölum við að það sé erfitt að forgangsraða, það sé bara alltaf allt í forgangi, sama hvort það séu verkefnin eða gæðin eða hvað það er. En ég get alveg endurtekið það sem ég sagði áðan, þarna hefðu skipulagsskilmálar átt að vera miklu ítarlegri og við höfum átt að gera miklu meira kröfur. Og ég hef ekki viljað segja að þetta eru mistök, að þetta er beinlínis ekki stjórnsýslumistök, en hins vegar þarna ákveðin handvömm. Af hverju þetta ekki stjórnsýslumistök? Af því að þarna Það byggir engin, þú getur ekki yfirbyggt svalirnar hjá þér svona að fá heimild frá ykkur. Að sjálfsögðu eru stjórnsýslumistök þegar þið veitið heimild fyrir þessari byggingu. Það ekki hægt að halda því fram að Hagar eða þeir sem byggðu húsið hafi bara haft sjálfdæmi það hvernig þeir hefðu. Þegar ég að tala stjórnsýslu ég að tala málsmeðferð. Við erum kannski bara að nota sikkert hugtakið. Nei. Málsmeðferð hlýtur að leiða til þess að menn fá heimild til þess að reisa hús eða ekki. Já, þarna hefur alltaf verið ætlað að reisa stóra atvinnubyggingu. Já, en ekki með þeim afleiðingum sem við horfum upp á þarna. Nei, og þess vegna ég að segja, við hefðum getað haft þessa fermetra, við hefðum getað haft þetta svona, en við hefðum getað haft miklu ítarlegri og gert miklu ítarlegri og betri skipulagsskilmála. En af hverju það ekki gert? Ég bara hreinlega get ekki svarað því. Ég held að við hefum séð teikningarnar, þá hefur gert okkur grein fyrir að þetta væri ekki hefðbundi atvinnuhúsnæði og þá fórum við í það með lóðarhöfum að laga það sem við töldum okkur geta gert. En okkar tækifæri á skipulagstigi. Hver ber ábyrgð á því að það var ekki gert? Að það voru ekki ítarlegir skipulagsskilmálar. Það enginn einn sem ber ábyrgð á því. Þannig erum við bara með skipulagsskilmálar sem eru endurteknir. Ég ekki að spyrja hvort það sé ykkur einn, það með að vera 3. Ertu að biðja nöfn? Nöfn eða embætti eða hvað það er? Ég myndi segja að þetta væri bara samspil okkar sem erum að vinna á umhverfis- og skipulagssviði, vinna skipulagsmálum, undirbúa málin til umhverfis- og skipulagsráðs, samspil okkar vinnubragða. Við þá hugsanlega þessa dýnamík sem myndast þegar á að úthluta lóð og það komin hagaðili og við viljum gjarnan koma hlutunum í gang og verk og þar sem maður hefði séð bara sín tíma þá hefði átt eins og ég sagði skoða þessar 2 lóðir í samhengi og setja miklu stífari skilmála utan þessa byggingu. Og nú búin að segja örugglega 3 svar og ég get alveg sagt það aftur en þetta bara eins og þetta liggur fyrir mér. En maður hefði haldið að embættismennirnir sem hafa valdið það hvort þú fáir yfirbyggja svalirnar eða stækka sem við heimilum gjarnan bara stækka svalir. Já, eða í Vogabyggðinni við sjáum líka mörg dæmi þar sem að menn vilja setja svalir utan á eldri hús niður í Grótaþorpið eitthvað slíkt og því bara hafnað sko. Nei, en í prinsipinu segjum við alltaf já í sölum. Við teljum það að vera lífsgæði og við erum að setja það inn í hverfiskipulag út alla borg og látum teikninga fylgja með. Sko. Það eru dæmi það þar sem það ekki gert eða setja kvisti á hús eða annað í þeim dúr. Þannig að maður hefði haldið að... Skylda mismunandi ákveði. Það hverfisvernd, það eru hús sem eru aldursfriðuð. Við getum ekki borið atvinnuhúsnæði við Stofnbraut við kannski hús í Grjótaþorpi. Það eru bara aðrar reglur og annað skipulag. Já, en þetta er ekki bara hús í Stofnbraut, þetta er hús mjög þétt ofan í byggð eins og myndir sýnir. Sé það, en upphaflega var skipulagið alltaf ætlað sem stórbyggingu Stofnbraut. Nú er þessi stjórnsýslu úttekt framundan. Það eru fleiri mál, auðvitað þið hafið sviði sem að þú sinnir víðfeðmt og þið eru í mikill uppbyggingu, ekki aðeins að veita einkaaðilum leyfi til þess að byggja, heldur líka standið þið sjálf í framkvæmdum. Frægt mál með Brákarborg, hinn fræga leikskóla sem að nánast hrundi yfir starfsmenn og börnin þarna áður en að þið rýmdu það. Þið voru reynda búin að veita ykkur verðlaun grænu skófluna fyrir þá. Þetta er bara eitthvað sem Snorri sagði, minn kæri Snorri sem og Jakob eru bæðir bestu vinur svona míns. Ætla nú að ræða það við hann og búin að hnippa í hann út af Brákarborg. Við veittum okkur ekki verðlaun, hvað má ekki endurtaka svona? Græna skóflan er þetta er Grænni byggð, Green Building Council sem eru alþjóðleg samtök sem að í samstarfi við Reykjavíkurborg. Við erum bara með aðild eins og bara fleiri fyrirtæki, þannig að við vorum auðvitað ekki að veita okkur verðlaun. Þið eru með aðild að þessum samtökum. Þetta er mjög svona. Verðlaunin eru veitt framkvæmd sem ekki var lokið við. Síðan kemur í ljós að þetta er allt ónýtt. Það þurfti að moka ofan af byggingunni. Það var ekki hægt að halda starfseminni gangandi. Þetta mun leiða tuga eða
jafnvel 100 milljóna kostnaði við borgina. Er ekki eitthvað að hjá borginni þegar svona, ég leyfi mér að segja, hneykslismál koma upp trekk í trekk? Braggamálið, pínulítið hús sem nýtist lítið sem kostaði $0,5 milljarð. Bara svo ég nefni af handahófi nokkur þekkt dæmi. Já, eitthvað að hjá borginni. Borginni auðvitað stærsti vinnustjóri á landinu. Við erum með skólana, leikskólana, við erum með þetta allt saman, þú þekkir þetta. Þannig ég myndi nú aldrei segja að vera eitthvað að hjá borginni, en með við það sem við erum að byggja mikið og skipuleggja mikið, með hvað mikið er kært og hvað fólk er mikið áhuga því sem við erum að gera, þá er ekki mikið sem fer úrskeiðis í raun og veru, en það getur alltaf eitthvað farið út á sporinu og farið úrskeiðis, við vitum það alveg. Og Brákaborg er nú minn gamli leikskóli, gamla Brákaborg, og ég þekki þetta vel. Ég fór upp á þak í sumar og kíkti á þetta og þar var mitt líffræðilegu fjölbreytileiki, það voru komið berjalyng og gras og blóm og þakið. Sem þið þurftu svo að moka með grænu skóflunni og ofan af byggingunni? Já, grænu skóflunni, ég þurfti traktor, lítinn traktor. Og það er heldur ekki rétt að þetta hafi verið að hrynja ofan á börnin. Þarna er búið að vera starfsemi frá því ég bjó í blokkinni fyrir neðan, búðir og alls konar og þannig kjallari undir og það var ekkert að fara að hrynja. Ekki með öllu þessu margra tonna fargi sem að þið mokuðuð upp á þakið? Nei, það er ekki þess vegna sem við fórum að skoða þetta. Við fórum að skoða þetta því að það voru hurðir sem opnaðist ekki nógu vel og það komi ljósa flot, það var ekki nógu gott flot á gólfinu. Og það voru komna sprungur í veggi? Já, það var ekkert á þessu heldur. Það sem við erum búin að vera að gera þar og er búin að vera að gera og við vona á niðurstöðu innri endurskoðunar í næstu viku. Það er búið að taka viðtöl við alla aðila sem hafa komið uppbyggingu þessa hús og líka okkur öll í sitthvoru lagi og ráðin utan komið til sérfræðingu til þess að vinna með þeim í því og þá kemur í ljós hvar mistökin liggja þarna. Við erum líka búin að eigum reglulega fund með stjórn ráðgjafaverktaka, verkfræðinga félagsins og með samtökum iðnaðarins og við höfum rætt þetta þar. Það taka þetta allir nærri sér, jafnt fagfólk sem við. Það skiptir í sjálfs ekki máli. Þarna er bara gríðarlegur kostnaður, þjáningar hjá fólki, foreldrarnir, börnunum á Brákaborg, íbúarnir í Árskógum. Þetta snýst ekki stjórnkerfið ykkur, þetta snýst það að við erum með borgarkerfi sem að gerir ítrekað mistök sem að leiða þjáningar og kostnaði við borgarbúa. Já, en við erum líka með borgarkerfi sem er að byggja skóla og leikskóla og bregðast við því sem koma niður færlegum kennslustofum þegar upp kemur léleg innivist, þegar rakavandamál og eins og ég sagði miklu vandamál í hverri skólastofnun og fættur annarri vegna ekki bara í Reykjavík heldur allt land og það sem ég að segja, það skiptir máli líka hver eru viðbrögðin okkar við Brákaborg, það er mánuður, þá var öll börnin komin á leikskóla. Við erum að fara að skila svo af okkur í apríl eins og við sögðum. Ég bara fekk þær fréttir í síðustu viku. Hver ber ábyrgð? Þetta er ekki peningar. Ég get ekki svara, innri endurskoðun að skoða hver ber ábyrgð á mistökunum í Brákaborg. Þú hafnar því að þið berið ábyrgð eins og með þetta Gímald eða Helstirnu? Nei, ég gera það ekki. Ég segi bara það er enginn einn þarna sem ber ábyrgð vegna ég vil líka segja sem starfsmaður borgarinnar að ef þú ert uppbyggingaraðili og þú ert að kaupa lóð fyrir milljarð, ég er alveg búin að segja við þá líka. Ég er ekki að segja þær hafa gert neitt rangt, en þá er líka vont að hugsa til þess að hús er reist af þessu metnaðarleysi og ég er ekki að benda á þá. Við verðum bara einhvern veginn að ná einhverjum konsensus það. Þegar það byggt í borginni. En þú segir að þið hafið verkfærin í höndunum til að tryggja þetta á skipulagsstigi. Þið gerir það ekki. Þið ráðið því, það er borgin sem ræður því hvað er reist og hvað er ekki reist inn á borgarmarkana. Aldeilis höfum við fengið að kynnast því. Já. Er þá ekki ábyrgðin hjá þeim sem ákveða ekki á skipulagssviði að koma þessum ákvæðum inn? Er ábyrgðin á skipulagssviði? Ábyrgð þeirra sem að gátu á skipulagsstigi komið þessum kvöðum inn eins og var gert í Vogabyggðinni og hefur verið gert víðar. Hún er sannarlega fyrir hendi. En eru við þá ekki búin að finna ábyrgðaraðilana á málum? Nei, ég held að þetta sé fjölþættara vegna þess að ég vil heldur ekki, segjum svo að þú sért bara þessi aðili og þú ætlar að byggja þetta hús og svo komum við og við segjum þau vera gluggar hérna, svo vil ég hafa þetta svona, svo vil ég hafa þetta svona, svo vil ég hafa þetta svona. Þá eru embættismenn farin að hanna húsi fyrir þig sem ert að setja allt eitt fjármagn og helling sem þú átt, bara segja þeir nákvæmlega hvað þú ætlar að hafa það. Þú ætlar svo að leigja einhverjum það sem segir bara, nei, ég vil bara alls ekki hafa þetta svona. Þú veist, við getum ekki, þá er það orðið mjög gerðarslegt. Þetta er bara sama með hvað sem ef við ætlum að vera með full teikni og full hönnuð hús. Það er líka mjög gerðarslegt að segja við fólki í Vogabyggð, þú átt að vera með berjarunna inn á þínum 10 fermetrum. Það er alveg umdeilt. Þetta var náttúrulega ekki bara með einhvern 1 eða 2, þetta var bara svona línan í gegnum hverfi, gróður og lóðum og svo var það túlkað þannig, meðal annars berjarunna. En það sem að við hefðum geta gert sannarlega, það er að taka skipulagsskilmálana sem eru þó litapaletta, gróður, aðkoma, það er ýmislegt í þessum skipulagsskilmálum sem gera það verkum að húsið er þó ekki verra en það en við hefðum bara getað gengið miklu lengra. Og þar liggur einhver ábyrgð? Að sjálfsögðu gerum við það.
Ólöf Örvarsdóttir, þakka kærlega fyrir komuna og þakka fyrir að svara þessum mikilvægu spurningum. Kannski fáum við Dóru Björt hér í kjölfærið til þess að ræða hérna pólitísku ábyrgð. Hún mjög dugleg að tala í fjölmiðla, þannig eflaust. Já, ekki okkur. Þá ekki meira á vettvangi spursmála þessa vikuna. Við hlökkum til að fylgja ykkur inn í næstu viku auðvitað. Þá heimsmeistaramótið í handbolta að hefjast og margt spennandi sem við munum að sjálfsögðu taka fyrir þá. Góða helgi.